splunkunýr Toyota Aygo X frá Toyota í Kauptúni. Þessi bíl hann ekki alveg kominn í sölu en þú getur forpantað hann hjá Toyota í Kauptúni. Þeir afhenda hann ykkur tíma núna mitt árið. Hann hefur komið alveg gríðarlega vel út undan farin ár og má segja að þetta sé nokkuð vinsæll smábíl bara yfir heildina. Þeir hafa breytt honum talsvert, þessum litla knáabíl. Hann 23,5 mm lengri heldur en gamli bílinn og hann 12,5 mm breiðari. Og það 11 mm hærra undir lægsta punkt á þessum bíl heldur en var á gamla bílnum. Ef við kíkjum aðeins hérna ofan í, þá hér bensínvél. Já, það eiginlega orðið bara svolítið gamaldags. Og þetta 3 sílindra vél, þetta eru 1000 rúmsentimetrar. Og hún gefur 72 hestöfl. Þessi bíl sjálfskiptur með CFT sjálfskiptingu, algjörlega steglaus, svona rammasjálfskipting. Mjög skemmtileg. Þú finnur ekki fyrir að bíl sé að skipta sér. En hún að vísu pínu háar eins og CFT skiptingar geta verið ef þú ert að glanna eitthvað á bílnum eða gefa honum inn. Hins vegar hann alveg silkimjúkur í akstri ef að hröðunin ekki þannig að þú stígir petalan í botn. Nota bene, það búið að bæta fjöðrunina til muna. Þessi bíl ekki hastur. Hann bara nákvæmlega eins og hann þarf að vera. Þú finnur ekki fyrir því að keyra yfir ójöfnur og miðað við það að þessi svona lítill bíl og tiltölulega léttur. Þá erum við sest inn hérna í þennan nýja Toyota Aygo X. Það skemmst frá því að segja að það fer ákaflega vel hann hérna í ökumannsætinu. Hér nóg pláss fyrir fætur í báðar áttir. Miðjan hérna, hún mjög vel byggð. Þetta allt grjótfest eins og Toyota einum lagið. Hér þráðlaus hleðsla fyrir farsíma. Hér stafræn miðstöð sem hægt að hækka og lækka með tökkum. Hér síðan 9 tómmu skjár í margmilljónakerfi sem hún frekar svona einfaldur. Það Apple CarPlay og Android Auto og það þráðlaust á milli. Ákaflega þægilegt og app sem fylgir með því. Að öðru leyti þetta bara mjög einfalt en búnaðurinn í þessum bíl magnaður. Það allt í þessum bíl sem þarf að vera í bara nútíma bíl. Í farangursgeymslunni hefur heldur betur verið tekið til við nýja hönnun. Hérna erum við til dæmis með 2 svona bakpoka hérna og eina svona bara hefðbundna tösku sem við getum verið að taka með í ferðalagið. Farangursgeymslan að taka þetta 230 lítra og það eru 60 lítrum meira heldur en gamli bílinn tók. Það síðan hægt að leggja sætin aftur hérna niður segi ég, 50-50 og þá náttúrulega komið alveg heljarpláss í þennan bíl. Það verður að segjast eins og að þetta flottur bíl, hann sver sig alveg í ætt Toyota og þið sjáu að línan í þessu, hún að verða svona heildræn eins og nýji Corolla Cross bílinn og Yaris Cross og svo þessi Aygo X. Þetta allt svona svipa lúk, hann bara aðeins minni eftir því sem að neðar dregur. Þá það plássið hérna aftur í. Þó að bílinn hafi breyst í mæleiðingum að þá plássið hérna aftur í nákvæmlega það sama og í gamla bílnum. Það breiðara á milli framsætana, það meira pláss fram í og það aðeins stærra farangursrýmið. Þess vegna þetta bara mjög á pari við það sem það var í gamla bílnum. Hér allt í lagi að sitja, bara svona á milli húsa. Þetta náttúrulega frekar þröngt. Hæðin hérna alveg ágætt. Sætin eru þægileg, það gott að sitja hérna. Það svona breiðar, það eru djúpar seturnar. Það situr hérna með fæturnar, þetta rennur svona nokkuð neginn undir hnésbetturnar. Fínt pláss hérna undir, maður náttúrulega í vinkil svolítið. En þetta bara smábíll og hugsaður aðalega fyrir ökumann og farþega. Og Toyota menn segja, og þegar á rannsóknir hafa sýnt að, ég veit bara ekki hvað alveg, ég heyrði það bara í myndbandi, ég held að sé rétt, að þessi bíll aðalega notaður af ökumanni og ökumann og farþega. Það ekkert verið að setja mikið hérna aftur í, nema þá kannski krakkar á milli
íþróttaæfingu eða skóla, leikskóla eða skrepp í búðina. Þetta algjörlega frábær bíll í það og jafnvel að vera annar bíll á heimili. Þessi bíll sjálfskiptur, hann með CVT skiptingu sem bara rafmagnsskipting, stiglaus, ákaflega þægileg í allri venjulegri keyrslu. Hins vegar ef þú ætlar að botna bílinn, náttúrulega þetta ekki kapastusbíll, að þá kemur ansi mikill hávaði í þessa skiptingu. En að samanskapi silki mjúkt að aka bílnum ef þú keyrir hann bara hægt og rólega upp í hraða. Enda fær maður ekkert út úr því að stíga bensíngjöfin í botn á þessum bíl því að hann 15, eitthvað sekúndur í 100 km sem bara alveg ágætt. Ef við byrjum innan bíl saman við það sem á markaðnum, þá þetta bíl sem í samkeppni við eins og Hyundai i10, Volkswagen Up og þessa bíla. Það meira pláss í Hyundai i10 aftur í og aðeins stærra farangursrými. Þessi bíl, hann með minni beygjuradíus heldur en Volkswagen Up. Hann tekur beygjuna í minni hring, þannig að það kostur. Þetta mjög fallegur bíl. Við erum að horfa hér á bíl sem 2 lítur og það hægt að panta alls konar krydd, eins og þau segja, með honum, með því að setja auka liti í hluti eins og þetta hérna. Og það 18 tómmu felgur á þessu. Þú getur fengið 18 tómmu felgur á bílinn. Á þessum bíl núna hér reyndar 17 tómmur á þessum, en þú getur fengið 18 tómmur á bílinn, sem gerir bílinn ansi flottan og skemmtilegan í útliti. Það mjög gott að aka honum. Hann stinnur, hann leggst ekki í beygjurnar, þessi bíl. Það eins og maður sé á miklu stærri bíl heldur en að maður í raun og veru. Þetta minnir á Daihatsu Charade sem kom 1980 eða 79-80. Var viðlóðandi einn svoleiðis bílanda. Ég hafði ekki bílpróf þá. Alveg sama tilfinning. Það 3 cylindra vél í þessum bíl, 1000 rúmsentimetrar og hestaflinn 72. Það sem ég vildi sagt hafa að í þessum bíl akreinavari. Það akreina-stýring, það skynværtur hraðastillir, umferðarskiltalesari. Það on and off á startið á bílnum þegar maður stöðvar hann. Það lyklalaust aðgengi eða maður bara ýtir á takka til þess að opna bílinn og komast inn í hann. Og ég prófaði þetta þrælfína cruise control á honum á hann, þess að skynvæta hraðastillinn. Og hann bara virkaði alveg í botn. Ég verð að segja að ég bara alveg hrikalega ánægður með þennan litla Toyota Aygo X. Þessi bíl aðalega í samkeppni við eins og Volkswagen Up sem búinn að vera svolítið hjá Volkswagen en eigum kannski von á einhverju nýju frá þeim. Maður veit aldrei að það á áætlun svona rafbíl sem á að heita ID1 held ég. Nú svo það i10 bílinn frá Hyundai. Hann mjög rúmgóður sá bíl og já, sannar sagna kannski örlít meira pláss í honum aftur í og farangursskýrslun heldur en þessum. En það bara svo ríkalega gott að keyra þennan bíl. Það það sem að hann að hafa fram yfir marga þessa smábíla, finnst mér. Hafandi sagt það, að þá held ég að við hérna hjá Bílablogg verðum að vera jákvæðir í garð þessa bíl. Ef við hugsum aðeins einhverja galla, þá hef ég nú kannski ekki beint komið auga á þá með að bera hann saman við svona litla bíla, en það þröngt aftur í pínlítið fyrir stóran einstakling. Það ekkert sérstaklega mikið fótapláss, en það hins vegar alveg risa stór framrúða. Maður sér vel út gluggan á bílnum. Það þessir A-bitar hérna ekkert að skikja útsýnið því að þeir koma hérna frekar innar á sjónlínuna. Maður situr mjög veglega í þessum bíl, maður situr hátt, sjónlínan mjög góð. Það eins og þú situr í litlum crossover eða litlum SUV. Meira þess að þeir að kalla þetta sportjafling út í stóru löndunum. Við gerum það ekki hér.
Þetta er náttúrulega bara framdrifs hatchback eða smábíll sem er alveg einstaklega vel hefnaður. Hann fær alveg þrælfína einkunn hjá okkur hjá bílablokki þessi bíll.